Magnús Bjarnason stjórnmálahagfræðingur sem að fyrir mánuði síðan varði doktorsritgerð við Háskólann í Amsterdam sem nú einn af virtustu háskólum í Evrópu og í heiminum. Bókin fjallar heitir The Political Economy of Joining the European Union, sem sagt fjallar inngöngu Íslands í Evrópusambandið og hvaða áhrif það kunni að hafa hér á hag þjóðarinnar, stjórnmál, hagfræði og fleira. Velkomin Magnús. Það nú stundum verið að biðja umræðu Evrópusambandið sem sé málefnaleg og fræðilegum nótum og ekki bara í upprópunarstíl og rifrildisstíl og hérna við verk sem að tekur á þessu öllu með þeim hætti. Þetta var gríðarleg vinna að koma þessu verki saman, það verður að segja alveg eins og en það allavega loksins komið út og háskólaútgáfan í Amsterdam gaf verkið út og það þetta nálgast verkið reynda líka núna á Amazon. Nú ég nálgast verkefni fyrst og fremst frá stjórnmálahagfræðilegu sjónarmiði. Stjórnmálahagfræði einlega fræðigrein sem má segja mitt á milli stjórnmálafræði og hagfræði. Nú, þetta fyrirbæri kemur fyrst fram fyrir 400 árum sem skriflegar ráðleggingar til þáverandi Frakklandskonungs hvernig beri að stjórna landinu. Síðan þróast þetta í gegnum aldirnar. Fyrir 200 árum þá skrifar Adam Smith bók auðlegð þjóðanna. Nú síðan skrifar félagi Karl Marx Das Kapital fyrir 150 árum þar sem hann kritiserar stjórnmálahagfræði þess tíma og það má segja stjórnmálahagfræði í dag sé fræðigrein sem vegur og metur möguleika sem ríkisstjórnir eða stjórnendur hafa til að ná fram hagfræðilegum markmiðum. Og í minni bók þá vegi ég og met hvað gerist ef Ísland gengi í þetta stóra skref inn í ESB. Við erum reyndar með annan fótinn inn í gegnum Evrópskt efnahagssvæði. En hinn fóturinn ennþá fyrir utan og svo getur mann spurt glasið hálf fullt eða hálf tómt. Nú, þetta ekkert svart og hvítt. Þetta ekki svoleiðis við göngum í ESB að daginn eftir séu hér gull og grænir skógar. En það sem ég hins vegar lít meira á hver eru langtíma áhrifin, hvernig lítur þetta út eftir 20 ár. Því að sem aðeins verið að taka einhver ár. Það engin ástæða til þess að flýta sér of í þessum málum. Það þarf að vanda til verksins. Menn hafa náttúrulega hort á, tökum bara svona með á móti. Hver helsti ávinningurinn af því að ganga í Evrópusambandið? Þetta eru nokkrir punktar sem eiginlega stinga út úr svolítið sem eru ekki inn í núverandi samvinnu Evrópskt efnahagssvæði. Í Evrópskt efnahagssvæði þá þennan frjálsflæði fólks, við getum unnið í Evrópu, Íslendingar, Evrópubúar geta unnið hér, þetta var ekki sjálfgefið fyrir 20 árum. Nú fjármagnavísu átt að heita frjálsflæði, nú það vandræði náttúrulega frosið í augnablikinu vegna efnahagsvandræðanna. Nú sama með iðnaðarvörur, það frjálsflæði iðnaðarvörum, ekki reynda landbúnaðarvörur og Ísland tekur nú þegar þátt í hlutum til dæmis jafnrétti til launa, en það sem stingur út úr náttúrulega Ísland ekki með í Evrópuþinginu. Nú Ísland ekki með í fjárlögum ESB, tollabandaleiðir fyrir utan. Nú svo það landbúnaðurinn og sjávarútvegurinn sem tæplega 10% af þjóðarframleiðslunni sem fellur heldur ekki öllu leyti undir samninginn. Þessi atriði munu breytast. En oft sagt að við höfum kostina án þess að hafa ókostina. Spurningin hvað eru náttúrulega kostir og ókostir. Oft sagt ein stöður annars brauð. Og það náttúrulega má segja kannski frá mínu sjónarhóli að ég vil helst líta á heildina. Hvað best fyrir þjóðina, auðvitað fyrir hagsmunahópi eða kannski má segja sérhagsmunahópa. Það þarf að gera eitthvað til aðstoða þá til þess að aðlagast, en þeir verða náttúrulega aðlagast í heildinu. Það ekki hægt að láta 10-20% rauninu auðgast á því sem mætti að vera hagsmunir, almannahagsmunir í alla staði. En hvað það sem maður myndi þá mæla í móti helst? Kannski fara gegnum kannski þessa stóru punkta. Fyrsta lagi, ef við tökum Evrópuþingið sem pólitískur hlutur, þar sitja þingmenn ekki sem fulltrúar síns lands. Þeir sitja sem fulltrúar sinna stjórnmálaskoðana í Evrópu. Vinstrimennirnir sitja saman, sósíalistarnir saman, kristilegir demókratar saman, græningjarnir saman og svo framvegis. Og þannig að þeim hópað saman eftir í hvaða skoðun þeir hafa. En í ráðherraráðinu, þar hins vegar Íslands smáríki og það þurfum við náttúrulega að reyna að gera ráðstafanir til þess að hafa svipaða skoðanir og önnur lönd, til dæmis að þetta mætti vera samvinnu við Norðurlönd, svipað eins og Belgía, Holland og Luxemburg, Benelux vinna saman. Nú þannig að þar myndum við einlega hafa meira áhrif heldur en núna í gegnum Evrópskt efnahagssvæði þar sem við þurfum að taka við mikið EES reglugerðum án þess að geta haft full áhrif á það, ekki nema hluta áhrif.
Nú svo kemur það fjárlög ESB. Ísland ríkara heldur en meðaltalið í ESB og það virðist vera alveg ljóst að Ísland mun þurfa að borga pínulítið inn í ESB. Það mun kosta að vera í klúbbnum. Þetta ekki mikið, þetta ekki með örlítið brot úr prósenti af þjóðarframleiðslunni en þetta enga síður peningar. Nú tollabandalagið, þar landbúnaður ekki inni, ég skal koma landbúnaðinum á eftir, en í tollabandalaginu eru náttúrulega þessi stóru hlutir með að það hægt að flytja inn vörur til eigin nota á nokkura formsatriða. Það þarf ekki að fylla út tollskýrslur vörur sem koma frá Evrópu. Þannig að ef ég kem út í verslun hér á Íslandum, mér finnst DVD-spilarinn of dýr, að þá kaupi hann og hann kemur í póstur frá Þýskalandi, ég kem hann í ferðartöskunni og það er öllu leyti leyfilegt. Hins vegar er sameiginlegur tollur á vörur sem koma utan til, sem koma frá þriðjulöndum, segjum frá Ameríku eða Japan og koma inn í ESB. En ef við förum frú yfir þetta kannski aðeins, sko, það er náttúrulega landbúnaðurinn er talin einn helsta hindurinn að Ísland geti gengið inn í Evrópusambandið. Og landbúnaðurinn er mjög mótfallinn. Þessi þrír stóru hlutir, myntbandalagið, landbúnaðurinn og sjávarútvegurinn. Landbúnaður í dag er það bilið að tæplega 2% þjóðarframleiðslu Íslands, þannig að það er mjög lítið. Nú það er þetta að segja, það eru atriði sem vega bæði með og móti. Matur er lífsnauðsyn. Ef við fáum ekki mat, þá deyjum við. Það þarf að vera matvælaframleiðsla í landinu. Þetta er mikilvægasta framleiðsla í veröldunni, það er matarframleiðsla. Og þetta er einmitt ástæðan fyrir því að þjóðir heimsins bruðlað í landbúnað vegna þess að þetta má ekki bregðast. Það hafa komið upp sjúkdómar í plöntum og dýrum og það þarf að vera aukaframleiðsla. Spurningin er hins vegar hvernig við framleiðum við matinn svo hann sé ekki svo dýr. Þessi fátækustu verða líka hafa ráð á að borða. Það er ekki nóg að sé til matur ef það eru bara bankastjórar eða aðri slíki sem hafa ráð á að borða. Þannig að út frá almannahagsmunasjónarmiði þá þarf að vera matur en það þarf líka að vera viðráðanlegur. Matur á Íslandi er í hærri kantunum. Nú við flytjum inn gríðarlega mikið til að framleiða mat á Íslandi. Við flytjum inn traktor, við flytjum inn oljur, við flytjum inn áburð. Og þetta er sama með sjávarútveginn. Sjávarútvegurinn er matarvælaframleiðsla. Fiskur er matur líka hvort sem hann er á landi eða í sjónum. Og það þarf að flytja inn olju. Þannig Ísland er í alla staði háð innflutningi. Þarna þarf að vera jafnvægi á milli. Nú það sem náttúrulega gerist að það gengi í ESB, það verður sannlega mjög svipað eins og gerðist í Svíþjóð og í Finnlandi þegar þessu lönd gengu í ESB 1995 að matvælaverð lækkaði árið eftir það byrja 10%. Ef við lítum á að meðal fjölskylda notar 20% af sínum tekjum í mat, 10% matalækkun er þá 2% kaupmáttaraukning hjá fjölskyldanum sem munar Nú á móti kemur náttúrulega að landbúnaðurinn þarf að gera eitthvað til þess að vegast upp á móti þessu. Það er ekki að gera þetta breytt 2 og 3. Það þarf að vera tími, kannski segjum 10 ára aðlögunartími. Og þegar ég líti hvað gerist hjá Norðmönnum og Svíum, að það virðist vera að framleiðslan hafi ekki minnkað. En það sem svo gerist, að það virðist vera að bæjunum fækkar og þeir stækka. Það fækkar mönnum í landbúnaði en framleiðslan er sama. Og þetta má ekki gera bara svona 1, 2 og 3. Þetta þarf að vera góður aðlögunartími. Nú svo ætla ég að minnast á líka punktana hinna 2 kannski í sambandi við myntbandalagið og sjávarútveginn. Myntbandalagið, kostunum við sameiginlega myntir að sameiginlega mynt eykur viðskipti og aukin viðskipti, auka velmögun með því að það er að kaupa vörur þar sem það er ódýrast að það auðvelt að bera saman, hvað kostar 1 evra í Frakklandi, akkur kostar það 200 krónur á Íslandi og þá þarf mann að byrja að reikna. Já, 1 evra þá 150 eða 60 eða hvað það kann að vera. Þannig að það er auðvitað að bera saman verð, þetta verður stöðuleika, það er ekki gjaldeyrisveiflur. En á móti kemur að Íslenska ríki getur ekki prentað peninga, það er ekki að fella gengið að vild. Nú það má svo ræða það hvort þetta sé slæmt eða gott, að menn getur bara prenta seðla því það kannski eigur ekki beint veðmiðlum, það er ekki hægt í myntbandalaginu. Þannig að langtíma áhrif myntbandalagsins eru mjög jákvæð, en það er ekkert sem gerir strax. Það er að tala kannski 20 ár eftir að ég verði gengið í sambandið, ef það verður gengið í sambandið.